Hérna erum við Donna Sigurðsson, þjálfara Þór Káa. Donni, það búið að vera kalt síðustu daga. Það kannski skrítið þér á toppnum og stundum satt að sé kalt á toppnum. Hvernig líður ykkur? Já, við klæðum okkur bara vel ef það er kalt. Nei, okkur líður bara mjög vel. Hópurinn er klár í leikinn á morgun og bara gríðarleg eftirvænting og spenna fyrir því. Þetta sumir myndu segja, já, þetta er nú bara leikur sem að labba í gegnum, Haukar á botninum og ekki spáð góðu gengi, en það er ekkert gefið í þessu málu. Nei, engin spurning. Haukar eru bara hörku góðar og við sáum, ég er búinn að horfa á alla leikina sem þeir hafa spilað núna og þær hafa síst verið lakaraðalinn í þeim leikin sem þeir hafa spilað. Stærsta hluta leiknum móti Stjörnunni voru þeir bara betri heldur en Stjarnan á sínum heimavelli. Móti Grindavík voru þeir ekki síðri og svo voru þeir betri heldur en FH í síðasta leik. Þannig að þær eru virkilega öflugar í rauninni og það sem ég sé til þér hefur bara vakið hrifningu hjá mér. Ég held að gríðarlega flott lið, góðir einstaklingar í liðinu og bara virkilega gott lið og vel skipulagt og þannig að það verður mjög erfiður leikur á morgun. Þannig að það undirbúningur miðast náttúrulega við það. Þú sést bara að mæta þrusu liði en ekki einhverju botliði sem að allir þykist geta labbað yfir. Já, við förum bara í alla leiki að full force og það skiptir engum máli hvort við spilum á móti Real Madrid eða einhverjum öðrum sko. Það er bara það þarf að vera 100% einbeiting í öllum atriðum alls staðar alltaf og ef það er ekki þá töpum við. Það er bara alveg gefins og það er lofur það við töpum ef það er ekki svoleiðis. En ef að stelpurnar mæta og leggja sig allar í verkefni þá vinnum við líka og það er líka lofur og það er það sem ég vonast þess að gerast á morgun og við stefnum á. Þær hafa náttúrulega mætt gríðarlega vel standa til leiks í þessu fyrstu 3 leikjum og búin að leggja 2 af bestu liðum landsins sem að kannski fæstir áttu von á nema þær sjálfar, þannig að þetta hlýtur að gefa leikmönnum byrjundu báða vængi. Já, ég held að það ætti alveg klárlega að gera það. Ég held að við komum alveg full sjálfstraust í þennan leik og stelpurnar vita alveg hvað þær geta og þær vita nákvæmlega hvað þær eiga að gera og svo snýst það bara um það hvernig þær framkvæma hlutina og hvað þær skilja eftir á vellinum því að sem ég segi og hef alltaf sagt og mun alltaf segja að þær geta allt sem þær vilja og þannig að þetta snýst vel bara undir þeim komum alfarið hvað þær vilja og ef þær vilja mikið vinna þá vinna þær leikinn. Svo er eitt af þessu sem að mikið hefur verið talað undanfæri og það er rosalega jákvætt og gaman að sjá að hér eru ungir leikmenn eins og Hulda Björg að skora sitt fyrsta eftirdeildarmark, Kornung og svo Hulda Karin að koma inn á í sínu fyrsta eftirdeildarleik, stelpa sem ekki er 16 ára. Þetta er náttúrulega frábært. Þetta gefur okkur vonum að framtíðin sé björt. Já, ekki spurning og Karin María kom náttúrulega líka inn á móti Breiðablik sem er á sama aldursári og Hulda Karin. Og við hefum bara fleiri stelpur og sem eru að koma upp, virkilega spennandi tímar framundan. Það eru margar stelpur að spila til dæmis með Hömrun líka sem er frábært verkefni fyrir þær og frábært verkefni fyrir okkur að geta verið í samstarfi við svo gott lið í sterkri deild og þannig að ég held að við séum að gera bara mjög vel með alla þá ungu leikmenn sem við eigum. Bæði eru þjálfur yngri flokkar bara góð og svo erum við með flott verkefni í gangi, við erum 2 lið í öðru flokki og svo eins og ég segi, góðu samstarfi við Hamarana sem er í sterkri deild, fyrstu deildinni og svo eru bara þær sem eru komna lengst, þær eru bara eiga að fá spiltíma í meistaraflokk og við höfum verið að sýna það, við erum að gera það. Og svo er bara að halda vel utanum þetta og fylgjast vel með og nýta allt það sem að þegar einhver áföll koma geta tekið þessar ungu stúlkur aftur í. Já, engin spurning, þannig er þetta og þannig er það samstarfi við Hamarana og svo er þetta bara þannig að maður á að vera óhræddur við að treysta stelpunum því að það eru oft geta meira en maður heldur stundum og stundum eru þjálfarar rægir við að treysta þeim í rauninni en það hefur sýnt sér svona hjá mér heldan í gegnum tíðina að þegar ég hef gefið ungu leikmönnum tækifæri þá oftar en ekki gefa þeirra tilbaka sem maður vildi sko. Við sáum til dæmis Birki Heimis í fyrra til að mynda og það eru mjög mörg dæmi með það svona í fortíðinni hjá mér en þannig að ég hef alltaf tíð reynt þetta og ég hef bara lukkast mjög vel. Ef að stelpurnar eru nógu góðar þá eru það nógu gamlar og það skiptir mig engu máli. Ég gæti allt eins frestast til þess að nota eina stelpu sem er í fjórðaflokk til dæmis í sumar og það er bara gæti allt eins gerst. Við eigum gríðarlega efnilega leikmann það til dæmis og jafnvel fleiri þannig að bara sjáum hvað gerist í sumar. Donni, ég heyri þá þér að þú ert klár í leikinn og það væntanlega það sama við stelpurnar, engin svona stór áföll þar? Nei, það er engin stór áföll. Náðu að halda ótrúlega vel á spöðunum varðandi okkar leikmenn og sem ég segi þessi heppni, ég held að sé bara meira að við sem bara hugsa vel það, erum með góða sjúkraþjálfara og svo náttúrulega heppni á til að lenda ekki í ykkur svona alveglegum skakkaföllum eins
Sandra meira lendi í, en talandi hana þá var náttúrulega styttist óðfluga ef hún komi og verði með okkur og það getur verið styttar heldur margar grunnar. Það gerir liðið bara betra? Já, klálega, það eykur náttúrulega samkeppnina að fá fyrirliðar inn, það er ekki spurning og við, svo sem hafandi sagt þetta, þá erum náttúrulega með leikmenn sem hafa það allir framherjarnir skorað í sumar í þessum 3 leikjum, þannig að samkeppnin bara gríðarlega flott og svo fengum við náttúrulega Brynhildi Brá núna daginn sem eykur ennþá meiri samkeppni og þannig að ég bara ótrúlega ánægður með hópinn, virkilega reyndar bara ánægður með hópinn og í heild sinni og gríðarlega samkeppni og það sem mestumáli skiptir að samheldin svo frábær og það að mínu mati það sem mun skila okkur titlinum. Það má eiginlega segja, sko, taka út á því sem þú sagðir áðan að þegar að Sandra María verið klár, þá þarf hann að sanna sig í hópinn. Já, engin spurning, það ekkert gefið í þessu og það sem að spila bara feikilega vel og það ekkert að taka það af þeim og það ekkert að taka það bara burt og láta svo ekkert hafa gerst. Þær hafa staðið sér frábærlega og unnið fyrir þeim mínútum sem þær hafa fengið og það verður svo bara komið ljós hvernig framhaldið verður með þessar stöður. Donni, leikun á móti Haukum á morgun, mánudaginn, klukkan 18 á Þórshöfði. Búið að vera frábær stemming á þessum 2 heimileikjum sem fór fram í búanum, fjölmargir áhorfendur. Við viljum fá enn fleiri. Já, engin spurning, ég held að ef einhvern tímann fólk ætlar að styðja þetta lið þá það núna, það feikir að mikill meðbyr með okkur, ekki bara hérna á Akureyri heldur líka bara landsvísu þannig, við finnst vera svona pínu stemningin með okkur kannski og það þegar stemningin með manni þá vil maður pínu bæta í og úrverði kannski svona einhver hvirfilbylur, það væri bara hrikalega flott og við þurfum eins og við fengum hérna stuðningin á móti Breiðablik og Val, við þurfum bara svona stuðning og hann klárlega, það eru að mínum mati 2-3 aukamenn ef við fáum sama stuðning og síðast. Það skiptir ótrúlega miklu máli að sjá fólki í stúkunu og heyra í fólkinu og ég skora á Mjölnismenn á 7. að mæta aftur, alveg brjálaða og hjálpa okkur í þessari vegferð sem við erum á og við ætlum að vinna titilinn fyrir samfélagið hérna og þá þurfum við að hjálpa samfélaginu líka. Og það er engin frekja að allast til þess og vilja fá alltaf fleiri og fleiri áhorfendur. Þetta er bara eiginlega við erum að gera fólki greiða með að benda á að hér sé mikil skemmtun og gaman að vera. Já, nákvæmlega og það er bara nákvæmlega þannig. Ég held að þetta sé, Þór Káa er náttúrulega ekki bara stelpunar, Þór Káa er náttúrulega bara allt samfélagi sem við búum í og við erum að vinna fyrir, rauninni ykkur. Það er að segja ykkur sem eru að horfa okkur og styðja okkur. Þannig að ég held að það sé bara gríðarlega mikil skemmtun að koma og horfa á liðið sitt, við erum lið samfélagsins hérna, þannig að komið endilega og horfið á okkur og styðið okkur og hjálpið okkur í að hjálpa ykkur í að líta vel út. Þannig að þetta eru virkilega góð lokaorð, ég segi bara gangi ykkur vel. Takk fyrir það, takk.